Talandi að verða klökkur, maður verður þannig bara næstum, kæru vinir. Það augljóst að þeir eða þær sem ráða því hvernig veður hér á landi með ykkur liði. Það gott. Það ótrúlega gaman að sjá ykkur öll hérna. Þessi dagur, 28. maí, markar í rauninni upphafið að kosningabaráttunni okkar. Ég búin að nýta síðustu daga og vikur til að safna kröftum fyrir það sem framundan. Þessar kosningar eru nefnilega mikilvægar í sögulegu samhengi. 30. júní munu Íslendingar ákveða hvers konar forseta þeir vilja. Hvernig þeir vilja að forsetaembættið verði til framtíðar. Næstu vikur munu þess vegna fara í það að koma því út sem víðast, helst til hvers einasta kjósanda. Hver mín sýn, skýrt og klárt og hvitt á þetta æðsta embætti ríkisins. Það alveg ljóst að hún íhaldsamari en margra annara frambjóðenda sem hafa mínum mati rángtúlkað nokkuð eða misskilið hlutverk forseta. Þegar Ísland fékk fullt sjálfstæði frá Dönum árið 1944, þá var alveg skýrt að í hinu nýja lýðveldi yrði þingræði með forseta, ekki forsetaræði. Það leikur enginn vafi á því hver andi stjórnarskrárinnar Forsetinn hefur takmörkuð völd, en hlutverk hans bæði stórt og mikið. Völdin sem felast í 27. greininni auðvitað umtalsverð, en í þingræðisríki það vald sem verður ekki beitt nema í ýtrustu neyð. Þess vegna svo mikilvægt að þingið, að Alþingi, bæti sín vinnubrögð. Ef stórum deilumálum þröngvað í gegn með minnsta mögulega meirihluta í hávaðarrifrildi, þá aukast mjög líkurnar á því að kjósendur taki sig saman og biðji forsetann að hafna lögum sem þannig eru samþykkt. Forsetinn getur líka haft töluverðu hlutverki að gegna við stjórnarmyndun. Og þá komum við að öðru leiðarstefi. Ég hef sagt frá upphafi að ég telji að forsetinn eigi ekki að vera þáttakandi í hinu pólitíska leik. Og hvað átt við með því? Jú, það þýðir einfaldlega að hann lætur stjórnmálaflokkana hina daglegu pólitísku umræðu. En þegar til hans kasta kemur, þá lætur hann alla njóta sannmælis og jafnræðis, sama hvar í flokki standa. Og einmitt þess vegna skiptir miklu máli að forsetinn eigi í góðu sambandi við leiðtoga allra flokka. Þannig að ná ég kjöri, þá hyggst ég taka aftur upp þann sið sem var að forsetinn eigi reglulega fundi með öllum stjórnmálaleiðtogunum, bæði þeirra sem í stjórn og stjórnarandstöðu. Þannig getur hann fylgst náið með stjórn landsins og komið sínum sjónarmiðum á framfæri þegar það á við. Forseti sem rekur eigin stjórnmálastefnu í samkeppni við þjóðkjörið þing og ríkisstjórn, hann getur ekki fyllilega rækt eitt sitt megin hlutverk. Það að segja að vera sameiningarafl inn á við, að vera forseti allrar þjóðarinnar, ekki bara þeirra sem að deila sýn hans á ákveðin pólitískt deilumál. Hann á að standa vörð hið lýðræðislega ferli, en hann á ekki að taka virkan þátt í baráttunni. Þannig forseti ekki puntudúka, eins og sagt Það ekki þannig. Vigdís Finnbogadóttir var það ekki og það var Kristján Eldjárn svo sannarlega ekki heldur. Það nefnilega ekki ómerkilegt að tala það sem gerir okkur að þjóð. Hver einasti erlendi blaðamaður sem hefur komið og tekið við mig viðtal á síðustu vikum og þeir eru farnir að teljast í tugum, hafa í rauninni verið að spyrja að þessu. Hvers vegna eru þið svona þjóð? Og spurningarnar eru þessar, hvernig stendur á því að þið eru komið þetta langt í að jafna rétt kynjanna,
hvers vegna er best að vera móðir hér, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum, hvers vegna að hafa börn, hvað er best hér, samkynhneigðir, af hverju eru þeir ríkasta þjóð í heimi? Og mín svör hafa verið tvenns konar. Annars vegar, að þótt við séum vissilega komið langt á ýmsum sviðum, þá er mjög margt sem á bæta. Við eigum ekki að draga upp þá mynd að hér sé eitthvað sæluríki þar sem að við séum best í öllu og dönsum bara við álf og huldufólk á kvöldin og svo framvegis. En hins vegar hafa svör mín verið á þann veg að við sem þjóð, við höfum einfaldlega ákveðið að við viljum hafa samfélagið svona. Það var ekki neitt valdboð að ofan sem að var til þess að við þróum það á þennan hátt. Við ákváðum að samfélagið skuli meðal annars byggt á þessum grunngildum, lýðræði, jafnrétti, frelsi og mannúð. Og við höfum komið okkur saman um þetta í áranna rás, það hefur tekið tíma, án þess að beita rýtingum og skambissum eða einhverju þaðan að vera. Með stöðugri umræðu og rökræðu, jú, sem hefur oft verið snörp, en við höfum sameinast um þetta. Þess vegna er gott að búa hérna og þá að vera það áfram. Við eigum sameiginlega sögu, sameiginlegan menningararf, sameiginlega hagsmuni sem forsetinn á að vinna af heilum hug, því sem gerir okkur að þjóð. Og svo á hann líka að bera hróður lands og þjóðar sem víðast, án þess að fleipra eins og ég sagði eða draga upp einhverja glansmynd sem ekki er raunsönn. Og honum ber sömuleiðis að kynna íslenskt atvinnulíf, félagasamtök, menningu, erlendis. En það er mikilvægt að setja ramma utan þessi samskipti svo allir viti hvar þeir standa. Svo er því verið haldið fram að þessar kosningar eigi að snúast Evrópusambandið. Því er ég algjörlega ósammála. Forsetinn á ekki að taka opinbera afstöðu með annarri hvorri fylkingunni. Heldur aðeins að sjá til þess að þjóðin eigi loka orðið í hreinni og beinni atkvæðagreiðslu. Það er það sem hann á að gera. Og að ná í kjöri mun ég sem forseti tryggja að þjóðin fái að segja sína skoðun á aðildarsamningi, undanbragðalaust, já eða nei, og að það verði niðurstaðan sem gildir. Punktur. Það er ekki fleira að segja. Forsetinn sver eið að stjórnarskránni. Þar er hvergi gert ráð fyrir aðkomu hans sjálfs að breytingum á henni, sama hvað hver segir. Ef ný stjórnskipunarlög verða samþykkt fyrir lok þessa kjörtímabils og ef næsta þing samþykkir þau líka, þá getur forsetinn vissulega að synja þeim staðfestingar svo þau fari í þjóðaratkvæði eins og með öll önnur lög. Og forseti getur heldur ekki rofið þing eða skipað utanþingsstjórn bara þegar honum þóknast. Slíkt tal er lýðskrum. Þjóðin fær Það er þannig, það eru ákveðnar leikreglur, þjóðin fær tækifæri til að tjá sig núverandi þing og ríkisstjórn innan árs. Þetta eru leikreglunar og við eigum að virða þær. Ólafur Ragnar Grímsson kaus að hefja sína kosningabaráttu mjög bratt, svo við orðum það nú bara pent. En hann metur það svo að hér ríki einhvers konar neyðarástand, óvissa fullveldi Íslands og framtíðar stjórnskipan, en staðreyndin er svo að helsta óvissan og óstöðuleikinn í stjórnskipan landsins er teygjanleg túlkun hans á valdsviði forseta. Það er ekki. Við sjáum það í könnunum að fylgið er á nokkurri hreyfingu, en myndin er samt skýr. Valkostirnir eru tveir, sú sem hér stendur, og hins vegar að veita núverandi forseta umboð til þess að sitja í 20 ár. 20 ár.
Já, menn eru hissa. Næstu 4 vikur verða samt spennandi. Við ætlum að þeytast dálítið landið. Það verða allra handa viðburðir út allt. Það er áheita báðuhlaup og tónleikar, jóganámskeið og hvað veit ég. Allt gert með bros og vör. Það má nefnilega vera glaður. Það er komið sumar og það er gaman að vera til. Og ég náttúrulega er sjálf það bil að springja úr hamingju og bjartsýni. Ég var að eignast lítið barn. Það er kraftaverk í hvert sinn og ég get alveg sagt ykkur að þar sem að ég fekk að taka hann upp úr vatninu, sá hann að taka fyrsta andardráttinn, að þá hugsaði ég að þetta eldi mig svo í löngun minni til þess að bæta þetta samfélag aðeins sem hún á eftir að alast upp í og fólk af hennar kynslóð. En ég sagði upp að þessar kosningar væru mikilvægir. Það eru þær svo sannarlega ekki bara vegna þess að þær fjalla hvernig forsetaembætti við viljum hafa, heldur líka vegna þess að þær fjalla hvaða framtíð við ætlum að eiga. Ætlum við sífellt að horfa tilbaka eða ætlum við að fara að horfa fram á við og byggja upp? Ég skynja bara þessa sterku undirliggjandi þörf nýja stefnu fyrir þjóðina þar sem við vinnum saman að hagsmunum lands og þjóðar. Við eigum að hafna þessum gamaldags, sundrandi átaka stjórnmálum, skotgröfum, stríðandi fylkinga. Við eigum að hafna þessum gömlu kreddum og allt í kringum mig, alls þar það sem ég kem, hvort sem það er í Bolungarvík eða upp í Breiðholti eða á Seyðisfirði eða Seltjarnarnesi, þá bara finn ég kraftin í fólkinu sem vill vinna að nýju upphafi, sem vill breyta umræðinni, sem vill sameinast nýja tíma. Góðu vinir, nýtum vikurnar framundan sem best við getum. Ef við stöndum saman sem einn maður, þá okkur allir vegir færir, jafnvel og vonandi. Sjálfur Álftanes afleggjarinn. Takk fyrir að koma.